að biðja með ykkur stutt saman. Já, Drottinn Guð, við bara þökkum þér fyrir það að við fáum að koma saman hér og tilbiðja þig, lofa þig og biðjum þig nú, Helgur Andi, koma til okkar, blessa okkur eitt og sérhver, blessa þá sem hér talað og gefa það að bera ávöxt í lífi okkar. Í Jesú nafni. Amen. Texti samkomunnar er fenginn úr fyrsta Jóhannesarbréfi, 3. kaflanum. Yfirskrift samkomunnar er: Elskan er einkenni lífs með Jesú. Einkenni er eitthvað sem við þekkjumst af. Í textanum segir að við eigum að þekkjast. Þekkist þú? Hvað er það sem einkenni líf þitt? Er það elska? Eða er það baktal, mögl, neikvæðni eða niðurrif? Vonandi ekki. En það er samt kannski bara skárra en hálfvelgjan. Því Jesús hatar hálfvelgjuna svo mikið að betra er að vera ískaldur og trúlaus en hálfvolgur. Við lesum í postulasögunum Ananías sem hélt eftir handa sjálfum sér að verði eignarinnar sem hann seldi til að færa postulum. Ananíasi og konu hans Safíru var svo mikið þegar postulinn Pétur gerði þeim ljósa hálfvelgjuna og synd þeirra gegn heilögum anda að þau gáfu samstundis upp öndina. Hálfvelgjan er mjög alvarlegt vandamál í kristinni kirkju. Hálfvelgjan sem segja má að ríki víða á Vesturlöndum er af guðfræðingum og fleirum iðulega útskýrð sem ein af afleiðingum velmegunarinnar. Við erum orðin of feit og værukær, hálfvolg. Þetta er það sem gerist þegar við leyfum sjálfselskunni að vaxa taumlaust og kostna lífsins með Jesú. Ég hef til dæmis litið í spegil og séð mann hálfvolgan í trúnni. En sá sem heldur að hálfvelgjan einskorðist við kristna á Vesturlöndum fer villu vegar. Ég kynntist í Eþíópíu brennandi fagnaðarboð, en hef einnig séð með eigin augum evangelista kirkjunnar í Eþíópíu hálfvolga í andanum. Þeir voru vissulega ekki ríkir, en höfðu í sjálfu sér allt til alls og játuðu með munni sínum að Jesús er Drottinn. En samt gátu þeir að því virtist oft ekki drattast úr sporunum eða haft frumkvæði að neinu því sem þurfti að gerast í útbreiðslustarfinu eða innan kirkjunnar. Ástæðan? Jú, hinn sama og hjá okkur á Vesturlöndum. Stöðugar áhyggjur á morgundeginu og hinnu ytra. Óttinn við að hafa ekki nóg. Óttinn við að verða sér á einhvern hátt til minnkunar vegna fagnaðarerindisins. Líkamar þeirra voru ekki feitir, en yfir andlega lífið var komin fituslíkja. Það er ekki hið ytra sem skiptir máli, heldur hið innra. En til að skilja hlutina betur má líkja styrkingu og rækt hins andlega lífs við líkamsrækt. Maður þarf að koma sér á stað í ræktina. Það er einmitt núna, þessa fyrstu vikuna í janúar, sem líkamsræktastöðvar selja langmest af árskortum til fólks sem hefur strengt þess heit í tilefni nýs árs að taka sig á, bræða smjörið utan af sér og styrkja kroppinn. Hvernig er það gefast ekki langflestir upp á fyrsta mánuðinu? Þetta og fleira þessu líkt segir allt sem segja þarf hver vonlaust þetta mannkynni er í sjálfu sér.
að þegar við reynum að gera hlutina í eigin mætti, að þegar við reiðum okkur á eigið hyggjuvit en ekki Guð, þá kannski byrjar það vel, en það endar alltaf illa. Alltaf. Ef Guð er ekki með, þá endar það illa. Með þess er ekki að segja að yfirlýstir trúleysingjar geti ekki náð árangri í því sem þeir taka sig fyrir hendur. Málið er vissulega flóknara en svo. Oft horfi ég á dóttur mína, þessa 3 ára elsku sem er á fullu í því að taka sjálfstæðar ákvarðanir. Hún er sannfærð ágæti þeirra. En það eiga það alla sameiginlegt að þegar hún þarf að fela eitthvað fyrir mér og eða neitar að hlusta á ráðleggingar mínar, þá, rétt eins og hjá fullorðna fólkinu þegar við höfnum Guði, byrjar kannski allt í lukkunnar velstandi, en endar illa. Eða með því að ég, sem elska hana svo heitt, gríp hana eða dreg úr fallinu svo hún slasi sig ekki alvarlega. Það áhugaverða er að börn átta sig sjaldnast á því þegar þeim er bjargað frá hrössum. En hvað með okkur? Áttum við okkur á öllum þeim skiptum sem Guð hefur bjargað okkur? Getum við litið yfir spor lífs okkar og séð hve oft það eru fótspor Guðs sem sjást í sandinum en ekki okkar, vegna þess að hann þurfti að bera okkur í gegnum vandræði. Úr Kórinthubréfinu fyrra. Þegar ég var barn, talaði ég eins og barn, hugsaði eins og barn og ályktaði eins og barn. En þegar ég var orðinn fulltíða maður, lagði ég niður barnaskapinn. Nú sjáum við svo sem í skuggsjá, í ráðgátu. Með öðrum orðum, þrátt fyrir að vera fullorðinn, þá reynist okkur oft erfitt að vita hvað er rétt hverju sinni. Þess vegna er svo mikilvægt að gerast ekki værukær og leyfa fituslíkja að leggjast yfir hjarta okkar. Hvað er verra en slíkja yfir okkar andlegu augu og eyru? Hlýðum því orði Guðs sem segir okkur að halda vöku okkar, að girða lendar okkar, að vera ávallt með næga olíu á lampann og eða eins og segir í Jesaja 60. kafla og á mörgum öðrum stöðum reyndar í Biblíunni, þar sem Guð hvetur menn áfram. Statt upp, skertu þig, taktu þig saman í andlítinu. Yfirleitt þegar við heyrum fólk tala svona, er það að hvetja viðkomandi til að finna kraftinn hjá sjálfum sér, til að taka sig nú á. Farðu að gera eitthvað maður, í hálfgerðum rembingstón. En þegar Guð hvetur okkur með þessum orðum áfram, þá fyrir það fyrsta til að leysa verkefni sem hann veit að við getum leyst. En ekki í eigin mætti, heldur í mætti hans. Við verðum að deyja sjálfum okkur og lifa Guði. Það er erfitt. En náð Guðs er ný á hverjum degi. Leitum hennar og þá mun blessun hans streyma inn í líf okkar. Og áfram til fólksins í kringum okkur. Við munum þekkjast af elskunni. Vegna þess að við vildum þekkja Jesú á krossinu. Við vildum kannast við hann og fylgja hans heilaga anda í daglegri trú. Endurnýjaðri trú daglega. Þessi blessun og elskan sem streymir út frá henni mun birtast í því hvernig við til dæmis neitum að taka þátt í neikvæðnistali. Hvernig við munum með föstu. Er eitthvað betri leið en að fasta til að losa okkur við fituslikjuna sem gerir okkur sljó í andan. Því auðvitað erum við að ræða hið innra en ekki hið ytra. Í Jesaja 58 segir: Sú fasta er mér líkar
að leysa fjötra rangsleitninnar, láta rakna bönd oksins, gefa frjálsa hinna hrjáðu og sundur brjóta hvert ok. Það að þú miðlir hinum hungruðu af brauði þín, hýsir bágstadda, hælislausa menn, og ef þú sér klæðlausan mann, að þú þá klæðir hann og fyrrist eigi þann sem hold þitt og blóð. Segir Drottinn allsherjar til að lýsa þeirri elsku sem að hann vill að einkenni líf okkar. Það þannig að við þurfum í trúarlífinu að skerpa okkur. Eins og hnífar þarfnast með reglulegu millibili skerpingar við, þá þurfum við líka að skerpa okkur. Við erum beitt í starfi okkar fyrir ríki Guðs. Trúarlífi þarfnast eins og flest í lífinu viðhalds og endurnýjunar. Við erum brúður Krists. Og rétt eins og í jarðnesku hjónabandi, eða bara hvers konar kærleiks sambandi, þarf að rækta sambandi. Hjón sem eru farin að taka hvort öðru sem sjálfsögðum hlut og hjörtun hætt að slá örar þegar þau hittast að loknu vinnudegi eða heyra nafn hins nefnt, þurfa kannski að gera eitthvað sem minnir þau á elskuna sem þau bera hvort til annars og vekja upp spennu og ástríðu fyrir hvort öðru. Í þessu samhengi þá vil ég skilja okkur öll að lokum eftir með spurninguna: Slær hjarta þitt örar, þú brúður Krists, eða þú heyrir nafn hans nefnt? Fyllist þú raunverulegri sorg þegar þú sérð hann krossfestan hrópa í örvæntingu til föðurins? Hvelfist yfir þig óumræðileg gleði þegar þú sérð hann upprisin og skilur að hann hefur sigrað dauðann? Allt þetta fyrir þig. Slík elska Drottins. Já, Drottinn Guð, við þökkum þér fyrir það. Þú elskar okkur og fyrir þinn heilaga anda og kærleika þinn þá getum við haft góð áhrif á fólki í kringum okkur, þá sem ekki þekkja þig ennþá. Drottinn minn, viltu gefa okkur djörfung til þessa, segja frá þér, tala þitt orð, líka þar sem það erfitt, Drottinn. Hjálpa okkur til þess að mæta fólkinu í kringum okkur eins og sjálfa þig væri að ræða, Drottinn. Þakka þér fyrir það að fá að ganga með þér, Jesús, og trúfesti þína, Drottinn. Biðjum saman: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himnum. Gef oss í dag vårt daglegt brauð og fyrirgef oss våra skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldurum. Eigi leið oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríki, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Takk fyrir, Kristján, góða áminningu. Ég þakka fyrir samskotin í kvöld. Þau voru 32.880 krónur og við höfum þá ekki eftir að samanama rúmlega 60 milljónum þar sem þetta er árunni. Þetta er ágætt byrjun. Já, við þökkum fyrir þessa gjafir og aðra góða gjafir til starfsins. Það er boðið hér upp á fyrirbæn á eftir, þið getið komið hér fremst ef að þið viljið fá fyrirbæn. Ingveldur, fyrirgefðu, og einhver annar, kannski ég ef að þarf. Kaffi er á sínum stað og að gera að nota tækjafærið og staldra við.
heilsa upp á hvert annað og sko gleðilegs árs og drekka kaffi og hafa það hugulegt hérna saman. Ekki kallafundur á mánudaginn eða hvað? Og konurnar? Á morgun. Ljómandi. Allir velkomnir allstaðar þegar þú ert að rétta kynni. Það ekki spurt þá mikið. Við syngjum í lokin og stöndum á hættu. Drottinn sjáir sífellt bíður. 156 í bókinni.